svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru 13 sveitafélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Á 50 dögum í vetur ætlum við að flakka svæðið og kynnast því sem það hefur upp á að bjóða. Náttúran í öllu sínu veldi fær að njóta sín í þættunum á flakki frá Siglufirði til Bakkafjarðar í dag. Svæðið stór og hrífandi landsluti þar sem finna má flest það sem gerir Ísland að eftirsóttum stað. Stórbrotin náttúra til sjávar og sveita og náttúruperlur sem heilla flesta þá sem þær upplifa. Fyrsti viðkomustaður okkar í anda árstíðarinnar. Við hittum Guðrúnu Brynleifsdóttur, framkvæmdastjóra Mývatnsstofu í Dimmuborgum. Dansaðu vindur, vertu á sveinum kalda jólanótt. Hvert ertu eiginlega að fara með mig? Heyrðu, við erum að fara að kíkja inn í einn helli sem að búa 13 sveinar. Já, og þú átt náttúrulega við þessa allra frægustu 13? Já, það eru íslensku jólasveinarnir í Dimmuborgum. Og hérna sjáum við ummerki eftir þá, hérna eldhúsið, bælinn þeirra, þvotturinn. Já, hér akkurat bælið hans Stúfs, litla. Hann verið að segja með mynd af mömmu sinni hérna. Já. Mjög falleg. Óslega frínuleg. Svona andlitsmynd á konunni. En við erum sem sagt í hjarta Dimmuborga, má segja. Já. Einum af þessum fallegustu stöðum Mývatns. Já. En segðu okkur meira frá bara Mývatni og svæðinu í kring. Hvað svona merkilegt við Mývatn að það dregur alla? Það bara fyrst og fremst náttúran. Hún ótrúlega falleg. Já, það náttúrulega Dimmuborgir og svo það höfðin. Það rosalega fallegt og yndislegt að labba þar. Síðan eru það gervigígarnir á skútustöðum. Þar getur þið farið svona lítinn hring í kringum þá. Það alveg magnað að fara þangað. Síðan getur við farið upp á Hverfjall. Það stóri gígurinn hérna hjá okkur og þar farið gott útsýni yfir allt svæðið og síðan það hverirnir og það sem að hitinn og leirhnjúkur og víti og þetta eiginlega bara endalaust sko. Tala nú ekki bara vatnið sjálft. Já, einmitt. Það náttúrulega alveg dásamlegt að hafa svona heitt vatn og geta bara farið í jarðbuðum þegar manni næstu því hendar. En hverju myndir þú segja að væri uppáhaldsstaðirnir hérna á Mývatni eða í Mývatnssveit? Ég þykir náttúrulega rosalega vænt Dimmuborgir. En svo finnst mér að ganga Leirhnjúk. Vera alveg mjög góð skemmtun og ganga Dalfjallið. Það líka alveg mjög gaman og gefandi. Dalfjallið? Já. Hvar það? Þá gengur við frá Leirhnjúk og niður að Hverarönd. Alveg þar. Þetta eru 9 kílómetrar eitthvað svo leys, cirka. Smá skemmtiskokk. Já. En þú færð alveg rosalega magnað útsýni hérna yfir og það bara að sjá hérna yfir og sjá alla þessa gervigíga og bara hitann sem maður upplifir líka. Það bara, já. Ég hef hvergi annars að sé þetta allavega heldur en hér. Ef þú veltir þig eitthvað fyrir þér, heldur þetta sé fallegasti staðurinn á jörðinni? Alveg klárlega. Langfallegasti staðurinn. Og vindur, já dansaðu vindur, veturinn færir börnum heilu jól. Héðinsfjörður 6 kílómetra langur eyðifjörður hér nyrst á Tröllaskaganum. Hann varð skyndilega í alfara leið þegar Héðinsfjarðargöng voru opnuð árið 2010 en göngin tengja saman Ólafsfjörð og Siglufjörð. Nú staldra margir hér við og virða fyrir sér þennan fagra fjörð. Við höldum áfram í gegnum Héðinsfjarðargöng til Ólafsfjarðar en þar hittum við Björn Þór Ólafsson og heimili hans en fáir vita jafn mikið náttúru fjarðarins og hann. Það nú kannski ýmislegt að segja um náttúruna hér.
Það þó þetta sé nú líkt kannski mörgum öðrum stöðum, fjöll og fyrnindi og annað þvílíkt, þá er náttúrulega margt hérna sem svolítið öðruvísi. Það eru hér fjöll sem rísa mjög hátt yfir bænum og fara hérna upp í 1000 metra hæð og síðan síðan ótal gönguleiðir sem hægt að fara hér svæðið. Fjörðurinn náttúrulega var mjög lokaður. Það voru engar leiðir hér annað en fjöll, læknislaust hér í upphafi náttúrulega eins og mörgum öðrum stöðum og þá þurfti að sækja læknishjálp hér yfir og þá voru þessar gönguleiðir mjög til umræðu. Það til dæmis stutt að fara yfir í Héðinsfjörð og hér tvær leiðir að ræða aðalega. Það er Rauðskörð sem farið hér fram í Trándal og svo það leiðin hérna sem kölluð Botnaleið og er Skeggibergudal. Og þá gengið fyrir botn í Héðinsfirði og yfir í Hólsdal á Siglufirði. Svo til austurs, þar voru 3 fjóraleiðir. Það var til dæmis leið sem farið hér úr Burstabrekkudal og heitir Drangaleið, komið niður á Kalsá á Ufsaströnd. Síðan það Grímubrekkur sem aðeins framar, farið upp að Kálsá hér fram í sveit og hún var aðalega farin þegar verið var að fara með hesta, kindur, kýr og annað þvílíkt. En vatnið, það hefur náttúrulega aðdráttarafl. Vatnið hefur mikið aðdráttarafl og það inni eða á vatninu væri að gera mikið meira. Vatnið mjög sérstakt. 1891 þá komu hingað franskur leiðangur á herskipi sem hafði fengið fregnir af Ólafsfjarðarvatni. Það var mjög sérstakt. Þar veiðast bæði fiskar úr sjó og fiskar í ferskvatni og það enn þann dag í dag. Og þeir komu hingað með herskip og voru hér í nokkra daga eða viku og rannsökuðu vatnið og komust þá að því að það hafði þá eiginleika að neðsta lagið var saltvatn og efra lagið var síðan ferskvatn. Já. Þetta gerist að því að ósinn mjög stuttur hérna sem kemur hérna og á stórstraumi þá flæðir inn í vatni og sjónin situr eftir. Og svo náttúrulega á vetrum hægt að veiði gegnum þetta vatn. Það mikið það að fólk fari hér út á vatn og bori sér holu og veiði og það einn af þeim möguleikum. En sá möguleik sem ég sá mest við vatnið í sumar, ég smíðaði mér kanó og fór hér og réri vatnið og upp Ólafsfjarðará og það alveg dýrlegur staður. Gróðurinn í kringum Ólafsfjarðarána hafa neðst það svona hólmar. Þeir bara alveg dýrlegir og ég sem uppfæddur hérna, ég hefði bara aldrei nokkuð sem upplifað þetta sem ég sá núna. Vatnið líkt og náttúran öll hefur mikið aðdráttarafl. Fuglalíf dregur að sér fjölmarga ferðamenn og þar má nefna svæði eins og Svarfaðardal, Mývatn og Langanes en líka til Ólafsfjarðar. Ásta Sigurfinnsdóttir á Brimneshóteli í Ólafsfirði segir ferðamenn mjög áhugasama fuglalífið. Og þeir koma oft þessi fuglaáhugamenn og bara dvelja hérna í húsunum. Og þá sé ég það þegar ég kem á fætur, kannski eldsnemma á mótnana, kannski 5, eitthvað svona, ef ég mætt snemma, að þá eru þeir komnir út og liggja bara hérna eða með myndavélar að mynda og leita að fuglum. En þeir svona virðast samt, svona dálítið þeir sem svona mest inn í þessu, vita hvar helst að finna hverja fuglategund. Einhver sagði mér að þetta væri svo frábært sport því að þú getur skotið sama fuglinn oft. Já. Með vélinni Já, með vélinni, já. Þú ert margótt búin að skjóta hann. Já. Og einhverjir að merkja við að ná öllum tegundum. Já. Þið voru með ljósmyndakeppni hérna fyrir lengur síðan, Bird for a Million. Bird for a Million, hún var hérna og það var mjög skemmtilegt verkefni. Og erum með hérna inni í matsalum, þar erum við með marga ljósmyndir af því og eins prýða herbygginn ljósmyndir úr síðustu keppni. Þannig að þetta voru ljósmyndakeppni Þetta var ljósmyndakeppni, af svæðinu hérna. Af fuglum á Tröllaskaga. Og hún verður ekki núna þessi keppni, kannski svona aðeins frestað, árabil, allan við veitum ekki hvað lengi því að þetta erfitt að markaðsetja svona keppni og fá fjársterka aðila með sér í þetta. En fuglar á Íslandi eitthvað til að sækja í og verður stærra.
áður náttúr líður. Eins og svo margt. Já, eins og svo margt annað. Þyrluskíða, mennska Já, og já, alls konar já, nýjungar. allt að gerast hérna á Ólafsfirði og ég vil kannski miklu meira heldur en að fólk kannski gerir sér grein fyrir hvað í gangi. Því að svo eru þeir mikið þessu útivista fólk að koma hérna og hérna þeir sem eru að sörfa hérna úti á brimbrettunum. Það alveg í auknum mæli og verður keyrt meira á það bara og heyrum jável þeir komu hérna frá Kanari í fyrra sem var hluti af heimsmeistarakeppninni og svo var stór sýning á Spáni með ljósmyndum og öðru héðan. Þannig að við slóum í gegn. Ógeðslega spennandi. Eins og fyrr segir eru fjölmargir staðir heppilegir til fuglaskoðunar. Einn þeirra Hrísey, en við hittum hann Þorstein G. Þorsteinsson eða Steinar Rjúpu eins og hann nú oftast kallaður. Hver myndirðu segja að væri svona sérstæðan í náttúrunni hérna? Það nokkuð margt sem sérstætt hérna við Hrísey. Það náttúrulega afskaplega fallegt til Hrísey og mikið og gott umhverfi til fjalla, bæði austurstrandarinnar og vesturstrandarinnar. Hér mikið fuglalíf og hér kemur mikið að ferðafólki og gengur eiguna og finnst gaman að koma til Hríseyjar. Þannig að það mjög margt sem það mikið gróður hérna, fjöldamargar plöntur sem eru hér í Hrísey. Grasafræðingar hafa komið hérna margir og verið að kanna gróðurfarið og þeir segja sér alveg stórkostlega mikið af gróðri hér og jafnvel sjaldgæfum plöntum líka. Fuglalífið mikið, það rétt 40 tegundir sem verpa hérna í Hrísey. En síðan náttúrulega núna undanförnu komna þessar óæskilegu plöntur sem eru skógakerfillinn og lúpínan og hvönnin. Þannig að menn svona eitthvað að reyna að gera til þess að það verði nú kannski lífvænlegt hérna í framtíðinni fyrir fuglalífið. En það verið að slá hérna en það þarf að gera meira til þess að bjarga eyjunni. Það orðin 20% af eyjunni undir þessum óæskilega gróðri. En eyjan miklu stærri heldur en að flestir átt að segja á því að við náttúrulega, þegar við komum hingað, þá förum við nú eiginlega bara hérna í þyrpinguna syðst á eyjunni, en hún feiki stór. Já, hún 2,5 kílómetra á breidd og 7 kílómetra á lengdina, þannig að menn átta sig svo sem ekki á þessu þegar þeir að koma og ætla bara að skjótast hérna eitthvað og koma kannski ekki fyrir eftir nokkra klukkutíma til bakhattur. Menn átta sig ekki alveg á þessu á stærðinu og sérstaklega menn ætla að labba hringinn, þá tekur þetta marga klukkutíma. Hrísey í Eyjafirði sem einn lengsti fjörður landsins. Brynhildur Bjarnadóttir formaður umhverfisnefndar Eyjafjarðarsveitar og þar að auki lektor við Háskólann á Akureyri. Við spjöllum aðeins við hana náttúru fjarðarins. Ég myndi lýsa náttúru Eyjafjarðar sem mjög svona fjölbreyttri náttúru. Fyrst kannski þurfum við aðeins að skilgreina hvað náttúra. Og í mínum huga náttúran ansi svona vítt hugtak. Við erum með hérna hluti eins og loftslag og landslag sem að skipta náttúrulega lykilatriði í sambandi við náttúru. Við erum með fjölbreytt landslag hérna við Eyjafjörð. Við erum bæði með fjörð sem ansi langur og teygir sig hérna inn eftir og frekar svona opinn og víðlendur hérna inn. Svo erum við aftur á móti með útsveitina þar sem að fjallgarðarnir kannski hækka svolítið til sem sagt beggja átta í rauninni. Og við erum til dæmis með hæsta fjall í byggð sem Kerling hérna aðeins fyrir innan okkur, sem 1500 metra hátt fjall. Og síðan það veðurfari hérna í sveitinu okkar. Veðurfari ofsalega svona frekar gott myndi ég segja. Þetta almennt frekar veðursælt svæði, Eyjafjörðurinn. Við erum með tiltölulega lága úrkomu til dæmis, svona með við ýmis önnur svæði á landinu. Við erum með vindarnir okkar blása norður og suður að mestu leyti, enda liggur fjörðurinn okkar þannig. Og við fáum þennan hlýja sunnan þeir sem við þekkjum svo vel á vorin og sumrin og svo kannski aðeins kaldari norðanátt oft á veturna. En það auðvitað þetta tvennt, kannski bæði loftslagið og landslægið sem að móta svo náttúrun okkar í þessum firði. Það fjölbreytt gróðurfar myndi ég segja. Við erum með útsveitagróður yst í firðinum, þar sem eru svona sérstaka plöntur sem að lifa við til dæmis snjódældaplöntur og þess áttar. Svo erum við aftur á móti með öðruvísi gróður hérna innar í firðinum, þar sem að veðrið hagstæðara. Skógrækt algeng í þessum firði hérna í Eyjafirðinum. Við erum með margar stórar nytjajarðir, skógarjarðir hérna í Eyjafjarðarsveit til dæmis. Skógarnir vaxa almennt vel og þannig ég myndi segja að það væri svona eitt af sérkennum okkar.
Nú, það líður ekki bara skógi og sko plöntum sem við viljum hafa vel, það líður líka vel hérna plöntum sem við kannski viljum ekki endilega hafa og nærtækt dæmi þar til dæmis skógakerfillinn sem við höfum verið að berjast talsvert við hérna í Eyjafjarðarsveit undanfarin ár. Hann hérna sækir í þessa frjósumu jörð og góðu veðurskilyrði í rauninni. Ég myndi segja að þetta hér að svona í heildina bjóða upp á marga möguleika. Það margt hægt að skoða, við erum með náttúrulega birkiskóga hérna innar í firðinum, til dæmis Leyningshóla sem eru gríðarlega svona falleg náttúruparadís, fallegt að ganga þar önnur svona skemmtileg svæði, við stöndum nú hérna í landi Kristnesskógur er hérna fyrir ofan, mikið notaður og góð útivista svona paradís, svona, svo ég tala staðina sem eru hérna fram í firði. Nú út með firðinum eru líka þetta skemmtileg svæði, það hægt að nefna marga staði þar væntanlega, ég þekki þá kannski minna. En áin, hún náttúrulega ósköp svipmikil og hlýtur að skipta miklu máli í firðinu. Já, hún auðvitað setur heilmikinn svip á fjörðin, hún bæði löng og hlykkjast fallega, hún getur verið ansi mikil hérna á vorin, það geta komið í hana býsna mikil flóð svona þegar leysingarnar eiga sér stað. Svo náttúrulega einhver veiði í henni, þannig að hún líka notuð af hérna veiðifélaginu sem hérna í sveitinni. Og hún auðvitað setur mikið svip og flæðarnar hérna, þetta nú oft kallaða flæðar sem svona hálfgerð hérna votlendi í tengslum við hérna ána. Það eru líka hérna mjög fallegar og setur svona ákveðin svip á sveitina. Það eru kannski ekki mikið nýttar, einhver beit fer þó fram í þeim, en það eru bara svona eitt af einkennum þessara sveitar. En áttu þér kannski uppáhaldsstað hérna í Eyjafirði? Já, ég hérna áeiginlega svona hvað ég segja, 2 uppáhaldsstaði. Ég alin upp hérna utar í firðinum í Hörgárdal, á Möðruvöllum í Hörgárdal. Mér finnst voðalega gott að vera þar í þeirri sveit, en svo bý ég hins vegar inn í Eyjafjarðarsveit núna hérna í Hrafnikelshverfi og ég kannski labba svona á svona daglegar gönguferðistundum, gengistundum hérna upp í Kristnesskóg. Mér finnst voða gott að koma hingað, alltaf notalegt að komast í skóginn. Skógar hafa mikil áhrif á fólk og gegna mikilvægu hlutverki í náttúru Íslands. Þeir geyma eflaust mörg leyndarmál, auk þess sem þeir gefa fólki orku og eru þar að auki einstaklega fallegir margir hverjir. Sigurður Skúlason skógavörður á Norðurlandi með aðsetur í Vaglaskógi, en hann annar stærsti skógur landsins og meðal þeirra fjölsóttustu. Þetta náttúrulega einn af elstu birkiskógum landsins sem búin að vera friðaður síðan 1908. Þá var fyrsti skógurinn settur hér og þannig að það eru liðin rúm 100 ár síðan að Skógrækt tók við þessari starfsemi hérna. Og þetta hefur náttúrulega breyst svolítið, það var gróðursett hérna töluvert af erlendum trjátegundum eins og við sjáum hérna í kringum okkur. Þetta greni en upprunalega skógurinn var bara birki. Fyrst var þessi skógur bara svona 300 hektarar. En það sem komið innan Vaglaskóga, sem við teljum innan Vaglaskóga með landi sem kom frá Hálsi, þá þetta orðið líklega upp yfir 800 hektarar. Og það þykir nú nokkuð öflugt? Það ágætis stærð. Nú svo erum við með skóg sem verið að byggja upp og verið að opna og verður væntanlega opnað meira næstu árin, að það eru Vaglir og Þelamörk fyrir ofan rétt innan við Þelamörkuskólann. Já, það orðið nokkuð sérmennandi svæði. Það orðið mjög stórt svæði sem að mestu gróðursett, en það líka birkiskógur sem var friðaður á sínum tíma. Síðan var þessi jörð öll tekin undir skógrækt eða mestu hlutina neðri hlutanum af jörðinni. Og það náttúrulega búið að vaxa upp mjög fallegu skógur síðustu 30-40 árin. Og síðan náttúrulega skógar og það hefur verið töluvert skógrækt á Siglufirði. Og svo náttúrulega á öllum þessum stöðum einhvers konar snefill af skógrækt. Þó að það sé ekki nema smá brot eða af landi sem fer undir þetta, þá þetta náttúrulega orðin verður töluvert tekjulind hjá fólki af þessu þegar það kemur, því að síðan var náttúrulega ekki verið að selja mikið af timbri í þá daga, en nú bara seldir heilu trukkarnir við, til dæmis í Grundartanga, og síðan framleiddur töluvert mikil viður í pizzustadi frá öllum mögulegum aðilum. Þannig að þetta orðin atvinnugrein á Íslandi. En ef við tölum þetta svæði frá Siglufirði yfir á Bakkafjörð, einhverjir staðir þar sem eru svona leyndir fjársjóðir? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað maður á að gera mikið upp á milli skóga, en það náttúrulega alveg dýrlegur skógur, fellskógur hérna í kynninni,
sem og síðan Forselsskógur hinum við Skjálfandafljótið. Þetta eru náttúrulega skógar sem eru Fellsskógur í einkaeign en í umsjón að hluta til hjá Skógrækt ríkisins. En Fellsskógur Skógræktarfélag Suður-Þingeyinga með. Og þar orðið ansi skemmtilegt svæði til að fara á. Og svo náttúrulega Ásbyrgi sem náttúrulega eitt af gersemunum. Og þar náttúrulega gamall birkiskógur og svo lítið af innfluttum tegundum sem voru settar þar fyrir árum. En þetta náttúrulega hefur allt saman vaxið og ekki síst núna síðustu árin því að vöxtur í trjám hefur aukist alveg rosalega finnst mér. Þannig að maður sér það bara fyrst á trjánum hve langur tími liðinn? Já, þú sér það en sko skemmtilegast finnst mér í gegnum þessi ár hvað aukningin í áhuga í skógrækt vegna þess að hún orðin það mikil að fólk að fara að trúa á þetta. Getur það ekki verið líka þegar fólk fattaði hvað skógar eru sjúklega rómantískir? Jú, það hefur náttúrulega alltaf verið í Vaglaskógi. Það fólk sem komið töluvert mikið við aldur hefur verið að koma til mín í gegnum árin og rifja upp þegar það var ungt og var að fara í Vaglaskóg. Það hefur ekki verið leiðilegt. Það eru margar sögur sem maður búin að heyra. Þannig að þetta alveg stórkostlegt sko. Þannig að ég held að skógur verði alltaf til góðs en það þarf að skipuleggja skógrækt náttúrulega eins og annað í landinu. Því að þetta þarf að fara með öðrum atvinnugreinum og svo megum við kannski ekki alveg taka fram fyrir það að það sé eitthvað fallegt annað en skógur í landinu. Það eru klettar og annað sem við megum ekki byrgja. Ekki fela landið með skóginum? Nei, ekki alveg en þetta fallegt inn á milli. Ég held að sé allt gott við góðum. Náttúra svæðisins frá Siglufirði til Bakkafjarðar geymir fjölmargar fallegar náttúruperlur. Náttúra Langanessins heillar ekki síður en fuglalífið og eyðibýlin sem þar að finna, en þau geyma eflaust margar sögur sem aldrei verða sagðar. Melrakkaslétta kunn fyrir hlunnindi, fiskveiðar, fjörubeit, æðavarp, eggjatöku og gjöful veiðivötn. Rauðanes í Þistilfirði falleg og sérstæð, en þar liggur auðfarin og merkt göngulleið sem 7 kílómetra löng. Vatnajökulsþjóðgarður hefur að geyma margar eftirsóttar náttúruperlur, til dæmis Dettifoss, Jökulsárgljúfur, Kverkfjöll, Hljóðakletta og Hólmatungur svo eitthvað sé nefnt. Hjörleifur Finnsson þjóðgarðsvörður í Gljúfrastofu. Ef við byrjum bara hérna norðan frá í Ásbyrgi þar sem við horfum hérna inn, þá gróf vatnið sig hérna í gegnum hvert hraunleið á fætur öðru. Svo alltaf lengra og lengra inn, það myndast foss tildulega framlega, svo fossinn grafið sig alltaf lengra og lengra inn og þeir hafi verið 2 fossarnir hérna sikkur megin vegina og svo hefur þetta, og alltaf verða í rauninni hamrarnir til hliðar, hærri og hærri, eftir eins og fossinn grafið sig innar í landið og svo flóðu loknu og þá standa eftir 80 metra háir hraunveggir úr hraunlaga stafla innst inn í byrgi þar sem að fosshylurinn þekktur sem Botnstjörn. Og svo hefur Ásbyrgi líka hvað svona menningarsögulegt gildi burtséð frá þessu náttúrulega. Hérna var skógur verndaður strax 1930 og svo plantað líka og hér löng hefð af mannamótum. Og einnig þá þetta náttúrulega bara dæmi þessi sannleikur Ásbyrgi sem hóffar Sleipnis náttúrulega bara fyrsti af mörgum sannleikum Ásbyrgi. Og á 20. öld þá voru 2 vísindakenningar sem voru fullkomlega, báðar 2 voru fullkomlega samþykktar af almenningi. Nú? Já, annars vegar var það kenning hérna að þetta væri jarðfall. Hún entist í allmarga 20 ára þangað til að einhver tók sér til og skoðaði hérna verksummerki með skipulegum hætti og sá að það gæti ekki hafa verið annað en vatn sem að gróð þetta. En hinn lifði ansi lengi og hún var sett fram af virtum jarðfræðingi.
Og svo hef ég heyrt efasemdir frá jarðfræðingum um að þessi hamfaraflóðasaga geti verið rétt. Kannski var þetta bara hesturinn eftir allt saman. Það veit maður. Það hefði allavega skemmtilega skýring. Já. Mörgu leyti.